kavurma çok önemli. Ben skip olsun. Yok, hedefi
Komið þá blessuð og sæl og velkomin til þessarar kveðjustundar þar sem við kveðjum elsku Guðmund Inga Leifsson. Þetta er erfið saknaðar og sorgarstund en við skulum ekki gleyma að þetta er líka stór og mikil þakkarstund. Því hér er mikið að þakka fyrir þann dásamlega hlýhug, alúð og elsku sem hann bar alltaf í brjósti sér. En hann átti það til að fara eins út fyrir svigann þegar hann var að segja sögur og aðeins aðra leiðir og ég ætla líka að gera það aðeins í hans anda hér í dag en byrja á að segja að þegar hann fór í kirkju þá söng hann hástöfum og þegar það er almennur safnaðarsöngur þá hvet ég ykkur til að gera slíkt hið sama. En lífið er sólarupprás og sólarlag. Kynslóðir koma og kynslóðir fara. Søren Kierkegaard, heimspekingur og guðfræðingur, hann orðar tilgang okkar vel í orðum sínum. Þegar þú fæddist inn í þennan heim, þá grést þú á meðan þínir nánustu glöddust. Lifðu lífinu þannig að þegar þú yfirgefur þennan heim, að þá gleðjist þú með Guði á meðan þínir nánustu gráta. Við eigum að lifa lífinu þannig að okkar sé saknað. Guðmundur Ingi taldi það alltaf gæfu sína að hafa hvílt í bænarörmum móður ömmu sinnar Halldóru Guðmundsdóttur sem kenndi honum margar fallegar bænir sem hún lærði vafalaust af formæðurum sínum sem höfðu miðlað þeim kynslóð fram á kynslóð. Halldóra Guðmundsdóttir lést haustið eftir að frumburður Guðmundar Helga Rut fæddist. Kynslóðir koma, kynslóðir fara. En Helga Rut og dætur Guðmundar eiga allar minningar hana sem Guðmundur Ingi skapaði í huga þeirra með hlýju umtali og minningum sínum Halldóru, en ekki síður í bænunum sem hún kenndi. Guðmundur nefndi næstu dóttur sína Dóru í höfuðið á Halldóru og nafni Dóra kemur af grískri rót og þýðir gjöf. Bænin í kristnum skilningi er gjöf, tenging Guðs við okkur sem að við getum þegið. Bænin er samfélag þar sem við getum, ef við erum opin fyrir því, þegið visku, uppörfun, rósemd og þakklæti. Við syngjum þetta saman á eftir við texta Sigurbjörns Einarssonar, hann sem er mér allar stundir nærri, á við hverjum vanda svar og ráð, máttur hans er allri hugsun hærri, heilög elska, viska, föður náð. Guðmundur Ingi átti vandasamt ævikvöld. Eftir erfið heilablóðfall þá fann hann alltaf styrk í bæninni. Hann var lifandi sönnun þess að í bænamálinu er styrkur sem ekkert buga má. Veikindi hans römmuðust inn af nýjum kynslóðum. Fyrst fæddist Benedikt Ingi sem fékk seinna nafnið hans og var ljós og gjöf fyrir allt hans fólk í byrjun veikindana. Guðmundur gat ekki tjáð sig lengur með orðum, en hann skildi samt og fylgdist með þegar dæturnar og eiginkonan sem af hlýju og alúð skipulögðu heimsóknir á hverjum degi, þegar þau fundu það út hver með sínum hætti án þess að eiga það samráð, að bænirnar og signingin var það sem hann vildi alltaf eiga með þeim. Hann lyfti hendinni og benti ef að signingin var að gleymast. Þær fóru með bænirnar sem amma Halldóra hafði miðlað og það var langur listi af bænum sem ég ætla að biðja hér yfir kistunni. En alveg undir lok ævikvöldsins, síðustu sólarhringana, þegar ljóst var að Guðmundur Ingi var kominn nálægt því að byrja reisu sín með fögru englaliði í ljósins heim, að þá gat Dóra Guðrún ekki verið viðstödd, því hún var á Akureyri hjá Rósu dóttur sinni sem var að gera hana að ömmu í fyrsta sinn og Guðmunda langafa í annað sinn. Með því að koma í heiminn Theodóru litlu, en nafnið Theodóra er af grískri rót og þýðir Guðs gjöf. Og hvað þýðir Guðmundur? Guð og mundur, heimanmundur er líka gjöf.
Nútíma tækni náði að leyfa afa Guðmundi að sjá hana í gegnum FaceTime og lýsa dætur hvað voru sterk viðbrögð í handatakinu þegar Guðmundur Ingi heyrði barnsgrát Theodóru, Guðsgjafarinnar, og kipptist við. Handataki sýndi viðbrögð og túlkun. Og Dóra Guðrún náði svo að komast suður í faðm fjölskyldunar og var með þau umvöfðu hann, elsku Guðmund Inga, kærleika, bænum og þakklæti hann kvaddi lífi hérna megin við þann 1. mars síðastliðinn. En þetta var langur svíi fyrir utan eins og hann gerði jafnan, en nú förum við bænir sem Guðmundi voru hjartfólknar, amma hans Halldóra kendi og hann miðlaði tugþúsundum Íslendinga í orðum kvöldsins á Rás 1 sem að hann sá yfir 200 sinnum. Og við skulum byrja á því að signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þið getið tekið undir í þeim bænum sem þið kunni. En þetta er listin sem alltaf að farið með yfir honum. Guð minn góður komi til mín og varðveiti mig frá öllu illu til lífs og sálar þessa nótt og alla tíma í Jesú nafni. Amen. Vertu Guð faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Vertu nú yfir og allt kring, með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í þín, sænginni yfir minni. Kristur minn, ég kalla á þig, komdu að rúmi mínu, gerðu svo vel og geymdu mig, Guð í faðmi þínum. Láttu nú ljósið þitt, loga við rúmið mitt, hafðu þar sess og sæti, signaði Jesú mæti. Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesú í þína hönd, síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Og vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vakir þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Nú legg ég augun aftur, og Guð þinn náðar kraftur, mín veri vörn í nótt. Æ, virst mig að þér taka, mér yfir láttu vaka, þinn engil svo ég sofi rótt. Ég fer í forsjá þína, Guð faðir sálu mína, því nú komin nótt, ljósið lát mig dreyma, og ljúfa engla geyma, öll börnin þín svo blundi rótt. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmist lyg, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Og svæfillinn minn og sængin mín, sé önnur mjúka höndin þín, aðra breið þú ofan á mig, mér þá værðin rósan lyg. Þetta sannarlega fallegur arfur sem að hann fékk frá ömmu sinni og þið hafið miðlað áfram til börnunum okkar. En nú syngjum við saman. Gefur mér, vil ég
Þá les ég úr Davíðs sálmum. Lofaður sé Drottinn, ber byrðar vorar dag eftir dag. Guð er hjálpráð vort. Guð er oss hjálpræðis Guð og alvaldur Drottinn bjargar frá dauðanum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall. Jesús segir í Matteusar Guðspjalli: Komið til mín, öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur. Og þá munuð þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það.
Það fer vel á því að byrja á orðum Hallgríms Péturssonar sem voru honum sannarlega hjartfólgin og þessi kirkja skipti hann líka miklu máli. Eftir hann kom söður þá voru það vinir hann sem hér þjónuðu og hann vikulegur gestur. En orðin sem að ég les núna fyrst eru líka orðin sem að hann fór alltaf með í upphafi ferðalaga fjölskyldunar. Ég byrja reisu mín, Jesú í nafni þín. Höndin þín helg mig leiði, frá hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði, með fögru engla liði. Og svo það önnur orð Passíusálmanna sem daginn fyrir kistulagninguna komu til Elínar og henni fannst svo viðeigandi, en þar yrkir Hallgrímur: Ó Jesú, það játning mín. Ég mun síðir njóta þín, þegar þú dýrðar drottinn minn, dómstól í skýjum setur þinn. Frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm, fagnaðar sælan heyri ég róm, í þínu nafni útvaldir, útvalin kalla mig hjá sér. Kóng minn Jesú, ég kalla þig, kalla þú þræl þinn aftur mig, herra tign enga að heimsins sið, held ég þar mega jafnast við. Þessum orðum hef ég beint til ykkar við komum hér saman og minnumst látins bróðurs. Guðmundur Ingi Leifsson fæddist í Hafnarfirði 23. desember 1946. Hann var sonur hjónanna Friðriku Elíasdóttur, saumakonu og húsfreyju, sem fædd var 1913 í Bolungarvík, hún lést 2004, og Leifs Sigurðssonar rennismíðameistara sem var fæddur 21 í Stokkhólma í Skagafirði, hann lést 2006, Guð geymi þau, en þau bjuggu lengst af á Sogavegi 168 í Reykjavík í húsi sem Leifur byggði fjölskyldunni. Guðmundur minntist æsku áranna með hlýju. Hann var elstur 3 bræðra, en yngri eru Sigurður Leifsson, fæddur 50, og Elías Halldór Leifsson, fæddur 53. 5 ára gamall fór Guðmundur að Hjaltastöðum í Blönduhlíð í Skagafirði hjá föðurbróður sínum og var þar á hverju einasta sumri fram á unglingsár. Og sveitalífið átti vel við okkar mann. Hann tengdist Skagafirðinum, dýrunum og ekki hvað síst hestunum
sterkum böndum. Hjaltastaðir liggja ekki langt frá Varmahlíð, en amma hans gaf Varmahlíð þetta fallega nafn. Og keyrði Guðmundur vart framhjá Varmahlíð án þess að minna afkomendur sínar á þessa fallegu nafngjöf. Guðmundur kynntist snemma starfi KFUM þar sem að móðursystir hans Guðrún Kristófersdóttir, Dúna, fór með hann í sunnudagaskólan og á samkomur á Amtmannsstígnum. Dúna var trúföst KFUM og KFUK kona sem margir minnast fyrir einstaka hlýju, hláturmildi og kærleika. Dúna, sem var barnslaus, var mikil eftirlætis frænka Guðmundar og síðar auka amma fyrir dætur Guðmundar. Stærsta gæfusporið í lífi sínu var ákvörðun Guðmundar að skrá sig í kennaraskólan. Ekki einungis vegna þess að hann var sjálfur kennari á Guðs náð, heldur vegna þess að þar hóf einnig nám þegar hann var á öðru ári í kennaraskólanum Glæsileg stúlka, einu ári yngri, Elín T.H. Einarsdóttir, síðar sérkennslu og námsráðgjafi, fædd 5. apríl 1948 í Reykjavík. Guðmundur hafði tekið eftir samhentri og glæsilegri fjölskyldu hennar á samkomum hjá KFUM og KFUK. En foreldrar hennar voru Einar T.H. Magnússon og Petrína H. Steinadóttir. Þau Elín voru bæði í KSS á þessum árum, sungu í æskulýðskórnum og skólafélögum þeirra í kennaraskólanum duldist ekki að þau voru að fella haugið saman. Þau voru alltaf að sníglast í kringum hvort annað, biðu fyrir utan stofuna og gengu saman heim. Árið 1968, sama ár og þau Elín gengdu í heilagt hjónaband, lauk Guðmundur kennaraprófi og stúdentsprófi frá Kennaraskóla Íslands. Hóf þá nám við Norsk Læreakademi í Bergen og síðan við Osloarháskóla í uppeldis- og kennslufræðum og kristinfræðum. Guðmundur var farsæll í starfi. Var námsstjóri í samfélagsfræði í menntamálaráðuneytinu 74-78, skólastjóri við grunnskólan á Hofsósi 78-82 og síðan fræðslustjóri Norðurlandsumdæmis vestra á Blönduósi í 15 ár. Eftir það starfaði Guðmundur við skólastjórn og einnig sem leiðsögumaður hjá Eldhestum. Guðmundur sat í stjórn námsgagnastofnunar í 8 ár. Guðmundur, Ingi og Elín eignuðust 4 dætur sem eru Helga Rut, prófessor, fædd 1970, áður gift Halldóri Björnssyni. Dætur þeirra eru Iðunn Ýr, gift Brent Hall og eiga þau dótturina Amelíu Eir, Elín Sif, sambýlismaður Máni Huginsson og Embla Rún. Sambýlismaður Helgu Rutar er Hannes Guðrúnarsson tónlistarmaður. Önnur er Dóra Guðrún, lýðheilsu og sálfræðingur, fædd 74, gift Bóasi Valdóssyni, sálfræðingi. Börn þeirra eru Rósa María, sambýlismaður Brynjar Valur Valgeirsson og eiga þeir dótturina Theodóru Lilju. Og Guðmundur Ísak er svo annar í röð barna þeirra Bóasar og yngst Eva Caritas. Þriðja er Anna Kristín, sérfræðingur, fædd 79, áður gift Pétri Þór Benediktsinni. Dætur þeirra eru Ása Diljá, sambýlismaður Ragnar Ólafsson og Dagbjört Lóa. Fjórða og yngst er Laufey Fríða, markaðsfræðingur, fædd 84, gift Benedikt Árna Jónsinni, bæklunarskurðlækni. Börn þeirra eru Friðrika Björt, Karolína Sóley og Benedikt Ingi. Það er óhætt að segja að Guðmundur Ingi var mikill fjölskyldumaður sem tók föðurhlutverkinu alvarlega frá byrjun. Hann var til staðar og hafði dætur sínar ósjaldan með í ýmis verk sem hann var að sinna. Anna Kristín fór þannig daglega með honum í hesthúsið í burðarstólrúmi á bakinu áður en hún lærði að ganga. Hann gaf þeim nefnilega hlutverk, myndurleik og leyfði dætrunum að spreyta sig og læra sjálfum. Þannig speglaði hann það sama og hann hafði fengið úr foreldrahúsum og í sveitinni í Skagafirði. Dætur hans eiga óteljandi dýrmætar minningar það að hafa farið með honum í sunnudagaskólan, í sumarbúðastarfið í Vatnaskó, þar sem Laufey fór með honum í ýmsa flokka, skólastarfið, félagsstarf á Hofsósi og Blönduósi og svo í ýmsar útréttingar. Hann ræddi
ræddi alltaf mikið við dætur sínar og ávallt sem jafningja. Hann las sögur og hafði gaman að því að fræða land og sögu, plöntur og fugla. Guðmundur var næmur á blæbrigði og fegurð í umhverfi sínu. Hann hvatti dæturnar til að safna og pressa blóm og hann kunni óteljandi nöfn á jurtum, fuglum, fjöllum, lindum, hólum og lækjum. Hann miðlaði þessu öllu áfram í ferðalögum með fjölskyldunni. Bænirnar kenndi móðir þeirra þeim fyrsta árið en svo tók Guðmundur við og bað bænir við rúmstokk allra dætra sinna sem kunna þær enn í dag og fóru með þessar bænir með honum reglulega í hans veikindum síðustu árin. Og honum var líka mjög annt hefðir eins og borðbænir og ferðabænina ég byrja reisu mín sem ég hóf þessa ræðu á og alltaf var farið með í upphafi ferðalaga fjölskyldunar. Guðmundi var mjög annt barnastarf og trúaruppeldi enda hafði hann sjálfur eignast bjargfastan grunn, traustan áttavita og djúpa bænarreynslu sem veitti honum í senn djörfung og æðruleysi, visku og ró í móti lífsins en jafnframt þakklæti og gleði. Hann bað þessar bænir við rúmstokk allra dætra sinna sem kunna þær enn í dag og fóru þær með þessar bænir með honum reglulega í hans veikindum síðustu árin og var hann alltaf þakklátur fyrir það. Guðmundur hafði gott lundarfar, hann var traustur maður og skemmtilegur, hann lét ekki margt koma sér úr jafnvægi. Það var einna helst ef hann var að smala hestunum sem hann gat æst sig og hrópaði þá stundum vertu fyrir hestinum og fannst það að dætur sinnar hefði átt að standa fyrir framan þá eða lesa hug sinn hreinlega betur. Hann var ekki alveg skaplaus en hann var alltaf fljótur niður ef hann reiddist og sáttfús. Hann hafði þann góða eiginleika að horfa í eigin barm og breiskleika þegar hann fór út af sporinu og gat alltaf beðist einlæglegra afsökunar. Ein dóttirin lýsti því svo fallega að það myndaðist enn dýpri tenging í gegnum breiskleika. Dæturnar lýsa því þannig að hann hafi verið skemmtileg blanda af því að vera í aðra röndina rótfestur hefðarmaður sem fannst gott að hvíla í ritúalinu og textaröðum og bænamáli kirkjunar en hann gat líka verið hrifinn á anarkisma og að því leyti að hann vildi ekki fylgja neinum reglum hugsunarlaust. Það mátti alltaf vera gagnrýninn og spyrja sig af hverju höfum við þennan háttinn á eða eru til aðrar og farsælli leiðir. Og þær bæta við, hann var mjög tilfinningaríkur og ekki feiminn við að sýna tilfinningar sínar. Hann elskaði til dæmis að horfa með okkur á húsi á sléttunni, segja þær. Hann hafði ríka samkennd og mátti ekkert aumt sjá. Gamlir hlutir höfðu tilfinningilegt gildi fyrir hann og hann átti mjög erfitt með að henda hlutum. Hann var þannig fjarska glaður ef gamlir hlutir fengu nýtt líf á heimilum okkar barna og barnabarnana, segja þau. Þegar Helga var að æfa sig ung á píanóið var hann alltaf áhugasamur. Hann sagði henni sögur á Mozart og var fræðandi og glæddi af áhuga. Þegar dæturnar fóru í nám í menntaskóla og þau bjuggu enn út á landi, fór hann oft með þeim út að borða, í bíó og tónleika. Ég fór oftar út með pappa á deit og í bíó en nokkrum strák á menntaskóla árunum, segir Dóra Guðrún kímin. Barnabörnin lýsa honum líka sem hlýjum og áhugasömum. Hann tók þeim með í hestastúss og útréttingar, lyfti þeim litlum upp, hélt þeim á hvolfi og létu ganga í loftinu eins og fluga. Hann var svo ljúfur og mikil tilfinning að vera og það var gott að tala við hann. Hann var alltaf að segja frá einhver skemmtilegu. Hugurinn reikar jafnframt í sumarbústaðinn Árblík, kartöflugarðinn hans, hesthúsið og stóru fjölskyldugrillinn, en það var líka spauksemin sem var aldrei langt undan. Hann gerði grínaðinn fyrir að tína ber í botnlása baukinn þegar þær áttu að tína ber fyrir desertinn. Guðmundur var mikill grúskari og vildi kynna sér hlutina vel. Mikill bókamaður og ágætt dæmi það að þegar hann var 70 þá vildi hann fagna með allri fjölskyldunni. Ýmsar hugmyndir höfðu verið reifaðar af eiginkonu, dætrum og barnabörnum, en það var ljóst hvað hafði fest rætur eftir eitt matarboðið. Því þá hefði Mexíkó verið nefnt og viku síðar þá var Guðmundur búinn að leigja allar bækur sem bókasafnið átti Mexíkó. Því hann vildi þekkja sögu og menninga þeirra staða sem hann heimsótti. En mynd af ferðinni þangað má finna í sálmaskránni og þetta dýrmætar minningar.
Guðmundur átti einstaklega gott lag með að ná til þeirra sem að ráku hornin í, voru föst í sjálfsefa og vanlíðan og þrifust illa í skólakerfinu. Hann gaf þeim alltaf gaum sem stóðu höllum fæti eða leið illa í hópum. Guðmundur hafði sérstakt lag á að ná til þeirra. Þar hjálpaði bæði hans góði faggrunnur og þekking, fyrirmyndin í Jesú Kristi sem stóð með þeim sem voru á jaðrinum, en líka einlægur áhugi á fólki. Það duldist engum sem ræddi við Guðmund Inga að hann hafði fölskulausan áhuga. Þar var ekki tilgerð, fals eða verið að kitla eyru. Hann mætti fólki einfaldlega þannig að það fann að samtalið var hjarta í hjarta. Hann var umtalsgóður og sjálfur á ég minningar það hvernig honum tókst að láta manni líða sem elskað Guðs barn, að maður hefði virði. En einnig minnist ég þess þegar við vorum að spjalla saman stundum eftir messur eða samkomur og einhver svona dreif að og sem maður þekkti ekki og hann þekkti. Þegar viðkomandi fór, hann var alltaf að segja manni hvað þetta væri mikil manneska og hvaða mannkost hann hefði. Hann var svo afskaplega umtalsgóður. Hann var mikill félagsskólamaður á Hofsósi, þá kom hann afar sterkt inn í félagslífið, hann var í leikfélaginu og naut mikla virðingar í samfélaginu. Hann byggði á samsöng og félagsstarfi og gildum þess að rækta líkama, sál og anda. Hann var metnaðarfullur og stóð fyrir menningarviðburðum, sýningu óperunar á töfraflautunni á Blönduósi svo fátt eitt sé nefnt. Hann var sóknarnefndarformaður á Blönduósi og söng í kirkjukórnum þar og síðar í kór Lindakirkju og karlakór KFUM. Guðmundi Inga hlotnaðist sá heiður að vera sæmdur gullmerki KFUM og fáni félagsins, heiðursfáni, hér uppi í dag. Hann var trúfastur félagsmaður sem lagði félaginu lið með ýmsum hætti. Á Atmannsstígnum sem barn þá heillaðist hann hugsjón félagsins að huga að manneskjunni sem heild og rækta allt í senn, líkama, sál og anda. Hann var liðtækur í tónlistarlífinu, góður og ófeiminn söngmaður. Hann hafði rótfast bænahjarta og kunni þá list að segja sögur svo aðrir hrifust með. Fór stundum út fyrir svigan. Hann gaf sig jafnan að og lyfti þeim upp sem minna mega sín og var metnaðarfullur í að bæta starfið og var tilbúinn að ganga auka míluna sjálfur. Hann vissi þannig sjálfur hvaða áhrif dýr gátu haft á börn og þannig bauð hann nokkur sumur börnum í starfi félagsins í sumarbúðunum í Kaldáseli að fara á hestbak. Og þar hafði hann mikið fyrir því að ferja hesta og teyma undir börnum. Það sama gerði hann oft sinnis á sumarhótum, leikskóla, KFUM við Vinagarði á Holtavegi. Hann átti margar góða fyrirmyndir í starfinu, söng í æskulýðskórnum á unglingsárum, hann var í stjórn KSS, sat í stjórn leikskólans og var hvatamaður að því að endurvekja karlakór félagsins. Hann tók mikinn þátt í sumarbúðastarfinu og mætti alltaf til starfa fyrir félagið með bros á vör og lagði til faglegt innsæðisi í uppeldisfræðum og kennslu. Áhrif hans á félagsmenn kristallast ef til vill hvað best í fallegri kveðju frá skógamanni sem lýsir því að hann upplifði að hann hefði alltaf átt algjörlega sérstaka tengingu við Guðmund Inga. En svo þegar hann kynntist honum betur, þá áttaði hann sig á því að Guðmundur Ingi náði slíkri tengingu við flesta. Hann tók sér nefnilega alltaf tíma til að spjalla og virtist aldrei vera neitt að flýta sér. Guðmundur Ingi naut mikillar virðingar bæði hjá foringjum og strákonum í flokkonum, þrátt fyrir að virða yfirleitt ekki reglur og tímasetningar. Strákarnir þögnuðu bara þegar hann bað um hljóð. Hann hafði einhvers konar áru og þurfti ekki að hafa mikið fyrir því. Og stundum var Guðmundur Ingi bara einn af strákonum, fór í langa göngutúra, skellti sér út á bát og leyfði barninu í sér að njóta sín. Guðmundur Ingi hafði mótandi áhrif á marga og var fyrirmynd í orði og verki. Ekki síst í því hvernig hann passaði alltaf að taka sjálfan sig ekki of alvarlega. Og þessi eiginleiki að taka sjálfan sig ekki of hátíðlega gerði líf Guðmundar og fólksins í kringum hann innihaldsríkara. Þannig var hann einhvern tímann í kallaflokki í Vatnaskógi og boðið var upp á glæsilega rjómatertu í kaffinu. Tertan myndi Guðmund á þekkt stef úr kvikmyndum og hann hrósaði tertunni með orðunum: "Það aldeilis rjómaterta. Það væri nú gaman að fá þessa í andlitið." Sessunautur hans beið ekki boðan og tók rjómatertun og kaffærðin í andlitið hans svo allir veltust af hlátri, og engin meira en okkar maður.
Guðmundur Ingi gat verið utan við sig og var skemmtilega kærulaus sumt. Hann gekk undir nafninu tímalausi forstöðumaðurinn, því hann lét hlutina stundum vera heldur í flæði en fasta í skorðum reglana. Einhvern tímann var það orðað svona: hann Guðmundur er einstaklega vandaður og góður maður, en hann hefur tímaskinnið frá liljum vallarins. Guðmundur var smekkmaður og hafði gott auga fyrir smáatriðum, en dæturnar minnast þess hversu snjall hann var að kaupa á þér föt þegar hann fór erlendis í æsku þeirra. Hann var óhræddur, keypti ósjaldan fína kjóla og jafnvel draktir og alltaf hitt hann í mark. Í eitt skipti þá kom hann með fulla tösku af fötum á Elínu frá Bandaríkjunum. Það sem engin leið var náttúrulega að skipta hann einu. En það kom ekki að sök því að allt passaði þetta, en hún spurði í forindran og þakklæti: hvernig gastu valið þetta allt svo þetta passi? Þá var svarið: ég bara gerði svona. Guðmundur var næmur á blæbrigði og fegurð í umhverfinu, eins og fyrr sagði, en hann var fyrst og fremst fjölskyldumaður og þau Elín voru alla tíð miklir og góðir vinir, sannkallaðir sálufélagar. Þau lærðu saman, unnu saman og deildu einlægum áhuga á að mæta fólki, mennta og byggja upp. Starfið fléttaðist svo fallega saman við lífshlaup þeirra. Þannig var brúðkaupsferðin þeirra vinna í sumarbúðum kirkjunnar í Skálholti. þar sem útsýni var yfir hluta æskuslóða Elínar, sem á sumarbústaðalandi sem þau síðar festu á kaupa á Árblik, þar sem fjölskyldan átti sælurreit og uppsprettu innihaldsríkar samveru. Þau Elín unnu alltaf mikið saman, tóku að sér drengjaheimili fyrir drengi og unnu saman þegar hann var skólastjóri á Hofseyri, en einnig á Blönduósi og síðar í Álfhólsskóla. En alltaf hélt þessi djúpa vinátta þeirra á milli. Og aldrei skorti þeim umræðuefnin og dæturnar játa að hafa verið hreinlega hissa. Já. En líka hafa verið hissa en líka fylgst þakklæti þegar þau voru búin að vera saman í vinnunni allan daginn og gáttu tala saman við fjölskylduna, við kvöldverðarborðið og spjalla yfir húsverkunum og svo hélt samtalið áfram þegar komið var að svefni. Þetta er lífsgæfa þegar svona djúp tenging næst. Því ofan á þetta þá duldist engum sem umgengust þau hvað þau voru alltaf hrifin hvort af öðru. Þegar ég spurði þig, elsku Elín, hvað þú væri þakklátust fyrir, þá var svarið hvað hann var djúpvitur og áhugasamur. Hann var fróðleiksfús og skorti aldrei umræðuefni. Hann bar alltaf höfuð og herðar yfir alla í mínum huga. Hann var yndislegur pabbi, fjölskyldumaður og svo var ég svo heppinn að hann var alltaf skotinn í mér. Dæturnar segjast vera þakklátastar fyrir að hafa átt pabba sem var ástríkur og hjartahlýr, áhugasamur, barðist fyrir réttindum stúlkna og létar aldrei efast að þeim væru allir vegir færir. Hann valdældi þær, blés þeim trú í brjóst og miðlaði þeim bænum og fjölskyldu og menningararfi sem hvorki mölur né rið fá grandað. Hann átti þessa fallegu trú sem jók lífsgæði og hamingju hans og fjölskyldunar. Í desember 2021 fékk Guðmundur heilablóðfall með þeim afleiðingum að hann missti mátt og getuna til að tjá sig með orðum að miklu leyti. Þessi veikindi höfðu mikil áhrif á hann og fólkið hans. Það var mikil áskorun fyrir hann að geta ekki tjáð sig almennilega þar sem hann hafði svo sterka þörf fyrir að segja frá og miðla. En Guðmundi Inga tókst að takast á við veikindi sín með æðruleysi og bæn og núna síðustu vikur og mánuði fundu Elín og dætur hans hversu dýrmætt það var að eiga bænina og að geta beðið saman. En elsku Guðmundur Ingi kvaddi þetta líf á Sóltúni þann 1. mars síðastliðinn. Ljóst þegar lífið dvín, leið þú mig heim til þín, í föðurlandið fríða, fyrtan við allan kvíða. Kóng minn Jesú, ég kalla þig, kalla þú þræl þinn aftur mig,
Herra þig enga heimsins sið, held ég þar meiga jafnast við. Elsku Guðmundur Ingi, far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Í Jesú nafni. Amen. Guð, Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn, Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum. Og nú segi ég það sama og hann sagði við mig þegar ég fór fyrst í vatnaskó 9 ára gamall. Við rísum úr sætum og syngjum kvöldsöng skógamanna.
Mig geym í gæslu þinni, mín gætin á þín blíð, að frið og hvíld mér færi, hinn fagra nætur tíð. En þá förum við saman með bænina sem honum var hjartfólkin og hann lærði við rúmstokkinn á Sogavegi og Jesús kendi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo gjörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn, ærin. Amen. Oh
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði sjálfur: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn lifa. Þá vil ég fyrir hönd aðstandenda þakka ykkur öllum fyrir að fjölmenna hér í dag og sýna þannig samhug. Og ég vil líka sérstaklega þakka ykkur sem að fylgdust með í streymi og hvetja ykkur til að senda fjölskyldunni rafrænar kveðjur. Ykkur er svo öllum boðið að þiggja veitingar á heimavelli okkar manns, KFUM&K, þar sem hann æfði með kórnum og tók svo oft þátt í starfinu á Holtavegi 28. En grefturinn fer fram síðar í kirkjugarðinum í Mosfelli í Grímsnesi. Kirkjan verður nú borin hérna fram og ættingjar munu svo fara bara og taka á móti ykkur niður á Holtavegi. En við erum alltaf send út með hérna drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.